Swift að ljúkast með lagið Everything Has Changed. En það vil svo skemmtilega til að það hefur ekkert breyst hér í þessum þætti. Það er mánudagur og Björn Bragi er mættur hér í stúdíóð. Ég ætla að byrja því að bjóða hann velkomin. Ertu velkomin, Björsi? Takk fyrir það. Hvernig ertu þennan mánudaginn? Nú er ég góður. Er það ekki? Jó, helviti góður. Komnir úr sumafríi? Já. Og já, bara hel feski núna. Til í tuskið. Já, er það ekki? Já. Ég er allavega í fantafínu skapi. Og svo að, já, það væri hægt að væli við veðrinu. Já, ekki tala um veðrið í svona hálftíma. Það er alltaf hægt að væli við því. Hvar er sumarið? Þetta er orðið svo þreytt samt, sko. Það er reyndar, sko, ég fekk að heyra þess á Twitter frá fólki fyrir norðan og svona, náttúrulega búið að gegja þar. Já. Þannig að því er eiginlega ekkert að vera að væla hér í, sko, útvarpinu að sé svo ömlegt veður, því það er ekki ömlegt veður alls þar. Nei, ég sendi þér einmitt haturspost þegar ég var á Akureyri og þú varst að tala um vont veður. Það voru bongo blíða þar, sko. Já. Þannig að, já, það er bara um að gera að keyra norður ef að... Og líka fyrir austan, það er í sumafríi. Jú, líka búið að gegja þar. Já. En það er allavega ekki rigning núna, við fögnum því. En af hverju myndast ekki svona, þú veist, af hverju er ekki borg, þú veist, þarna fyrir norðan og austan, ef það er svona aðeinslegt að vera þarna? Borg, hvað mennur, er ekki Akureyri? Bara svona að city. Já, það er ekki, hvað eru... Akureyri er ekki borg, sko. Nei, en það er samt slatta fólki. Svona kaupstaður. Já, reyndar. Ég er að meina, af hverju er ekki 150.000 manna bæjarfélag þar? Ég er bara svona að pæla, af hverju, þú veist, hvað þarf að gerast? Það væri kannski á Siglufirði ef að síldin hefði ekki farið. Já, nákvæmlega. Það væri kannski svona 150.000 manna byggð á Siglufirði. Það væri ég örugglega þar. Já, er það ekki, þú er svona ætlað að fara í hérna stórborgina, farið til Siglufirðar. Já, það eru undirflutur á Siglufirði. Já, svo ekki að gera maður. Sail City. Já, Sail City, menn það er fínasti þáttur framöndan hér hjá okkur Bjössa. Við ætlum að ringja til Svíþjóðar og, já, láta Svíja vita að við séum ekki nema 300.000 manna þjóð. Já. Ísland tapaði því miður í gær fyrir sænsku kjötbólunum. Já, voru það kjötbólur? Nei, það voru endur alveg bara fínar og góðar í fótbolta, við erum að gefa Svíjónu það. Það er óþolandi þegar fólk stendur undir hrokanum. Það var svo sem ekkert, þær voru svo sem ekkert með hroka sjálfar sænsku leikmennir, en já, fjölmiðlar hann úti voru ansi sigurvissir og greinlega höfðu ástæðu til. Þetta fór 4-0. Þetta byrjuðu svo skelfilega að gera stelpunar. Þannig að það átti eiginlega aldrei breyk, sko. Nei, ég veit að ég er nefnilega, sko, þegar það kom strax í 2-0 og stóði 3-0, þá eiginlega nennir maður ekki að horfa á þetta. Nei, þá var þetta orðið helvít erfitt. Ég kláraði með samt leikinn, það er ekki betra að gera þarna á sunnudegi, svo sem. En Anita hins vegar, hún tók bæði heimsmeistara og Evrópumeistaratitil. Hún er helviti flott. Já, það kemur, hún hlýtur nú að vera kandidat í íþróttamannafélags ársins. Já, nei, hún er bara íþróttamannafélags ársins. Það er bara hannig. Sko, þegar ég fann að horfa á 800 metra hlaup kvenna 19 ára á netinu í beinni, þá er eitthvað, ég hugsaði bara, hvað er að gerast þetta? Maður var eitthvað að stríma eitthvað hlaup bara og... En það er líka svo gaman... Við erum að fá hann í þátti líka. Já. Það er líka snillíkur. Það er líka svo gaman hvað hann er ógeðslega góð, sko. Já. Þú veist, þetta er ekkert eitthvað svona að hún sé eitthvað svona í 7. sæti eða eitthvað, sko. Hún er bara langt best. Og ekki bara best. Þá kemur líka stoltið, svona íslenska stoltið upp bara, hún er langt best. Mér finnst ég hafa unnið. Já, ég líka. Mér finnst ég að þátt í þessu. Alveg pottitt. Og já, eins og ég segi, við ætlum að reyna að fá hana hér í þáttin í vikunni. Það er gaman að hitta hana og einhverja landsliðskonur. En það sem er á döfinni hjá okkur Bjössa í dag, við hringjum til Svíþjóðar, minnum þá á þessu 300.000 manna þjóð. Við erum með netmistnotkona sínustað. Ég hringdi fyrir í dag í Hannes Halldórs, sem er leikstjóri og landsliðsmarkur Íslands. Og markur KR. Og ég var svona aðeins að stríða honum á gengi KR. Já. Það er alltaf pressandi að ringi þann mann. Eru talandi að stríða mönnum. Nú hefur sko, ég hef ekki töl á því hvað þú hefur böggað mig oft á mánudegi. Nú voru okkar lið að keppa í gær. Já, Valur Mínir menn í Fylki og þínir menn í Val. Já, það var viðbjóður. Mættir á leikinn? Það gerðist það. Nei, ég misti af þessu leik. Ég mætti á leikinn. Ég er samt búin að vera duglegur í sumar. Einhvern veginn eru búin að gleyma því hvernig hann fór. Já. Býttu, hvernig var þetta? Það fór 1-3. Og það var ógeðslegt. Fyrir Fylki? Já, ég mætti hins vegar 0-0 leikinn Valur Víkingur Ólafsvík. Það er allt í apaskít þarna og hlýðar þetta maður. Já, það þarf að fara að styrkja þetta eitthvað. Þetta var ekki besti leikur Valsmanna, en Fylkismenn voru mjög góður, sko. Til hamingju með þitt lið. Takk, ég er nú bara svona létt að stríða þér. Ég er ekki mikið í þessu samt og svona nutta mönnum upp úr því þegar liðinu eru gengur illa, sko. Og ég er alltaf Fylkir ennþá fyrir neðan Val, þannig að ég ætla ekki að segja mikið. En ég var alveg bara stoltur að því mér fannst Fylkir loksins sína hvað í þeim býr. Þetta er fínt lið. Og þeir með þessu áframaldi munu þeir fara að hala inn fullt af stigum. Skæin mann líka, þannig að þetta er barátta þarna á botninum. Og allt í einu er Keflavík komið í fallsæti. Já, það er alltaf gerast, en eins og heyrið kæru hlustendur, þá erum við í Fanta feeling og erum með fínan þáttandegur.
Við ætlum að byrja hér á Nei, ég get ekki byrjað þáttinn þessu. Hvað er þetta? Þetta er Selena Gomez hérna með Love You Like a Long Shot. Hættu þessu. Já, en það er annar lag með henni samt sem er gott. Ég get ekki byrjað þáttinn á Selena Gomez. Setjum það á eftir, hann hitlaði með henni. Já, ef það er einhverju krakkar að núti sem að dýrka Selena Gomez, þá byrjast afsökunar. Eða fullorðið fólk. Já, ef það er einhver fullorðið menn, kannski í malbygginu, það eru bara djöðlegri til í henni Gomez núna. Ef það er einhver fullorðið núna, pirraður ef við skildi hafa hættu ykkur Selena Gomez, þá þarf hinn svo sami að hugsa sinn gang. Ég held að það sé einhverjum grjótharðir svona menn í járnabindingum sem eru bara núna hvað heitt Gomez-lag. Ég held að hefði viljað þetta frekar. Tunnel Vision með Justin. Það er fínt að byrja þáttunum. Ekki láta ykkur koma ávart að ef Holy Grail verður spilað hér síðar í þættinum. Er þetta ekki lagi sem var svo gróft myndbandsins? Jú, það voru einhverjar bera stúlkur að dansa hann í bakgrunni og var bannað. Það er voða vinsælt núna að vera bara með bera stelpur í vídeónu sín. Já, hvað er málið? Robin Thicke var líka með það. Ég reyndar, það væri allt í lagi þó að ég myndi aldrei aftur heyra Blurred Lines og Get Lucky. Já, ég er alveg samanlega því. Það er bara... Komið nóg aðeins báðum. Já, sveimið, það verður ekki spilað hér í dag. Sveigjartan. En það styttist hér í smá símarhekka á Hannes Halldórs sem er landsliðsmarkur okkur Íslendinga, en fyrst er það slúður. Já. Og ég er með svona allt í lagi pakka, hann oftur er betri. En eru sturlaða staðreyndir á eftir? Sjálfsögðu. Já, ok. Sjálfsögðu. Þá er þetta alltaf leið. Já, það er verið að sýnast það. Það er náttúrulega allt vitlaust í Bretlandi núna út af því að, hún er að fara að eignast barn. Já. Kate Middleton. Já. Og það eru sko 10.000 ef ekki 100.000 fyrir utan höllina núna að bíða. Já. Ég persónulega gæti mér ekki verið meira sama. Nei. Já, en óskaðum hins vegar allsins besta. Sammálaður. Ég er ekkert að skýta með spennu yfir þessu, hvort sem þetta verður strákar að stæða, fólk er að veðja þetta. Heldur að einhver hefur skitið á sig af spennu? Já, ég hef nú verið tæpur sjálfur. Nei, ég meina eins og bara yfir þessu máli. Kannski einhver svona eldri kona sem elskar kongafólkið alveg með svona púða, búin að sauma einhvern útsauma af einhverjum kalli Bretaprins og eitthvað svona. Alveg, þú vilt meina það sé einhver eina eldri kona í Bretlandi sem er actually búin að skýta í sig af spennu. Kannski bara akkurat í þessum töluðu orðum. Það er verra, vonum ekki. Já. En það er hins að þú ert nú spilafíkill, Bjössi. Já. Svona spilafíkill uppleið. Já. Og vissur að það er spilafíkill á uppleið? Já, svona þú ert alltaf að vera meira og meiri, hvernig er best að orða það? Já, ok. Já, það ert eiginlega niður. Já, ég held að vera að meina mér var að ganga vel. En það er að veðja á allt. Já, ég veit það. Þegar kemur að þessu barni. Akkurat. Og fólk er að veðja hvað mun heita, hvenar á hvaða klukkutíma það fæðist, hvort þetta verður strákuð eða stelpa og þannig að ég ætlaði bara að spyrja, erst þú búin að hólka einhverju á þessa? Nei, ég er ekki búin að því ennþá, sko. Já, þá er ekki ég að fara nú í held og væri. Nei. En þú veist, En þú hefur verið að veðja á bara leiki í úkraínsku deildinni og... Nei. Jú. Vístu, hefur gert það? Ekki láta svona. Nú langar mér svolítið að skoða, sko, hvað er verið að bjóða upp á hérna. Ég ætla að reyna að finna á meðan við erum að taka slúðrið, sko. Já, svo er ég með meira slúðið frá Bretlandi, en Liam Gallagher og, All Saints pían, Nicole Sheridan, það er víst allt búið á þeim. Hjónabandið er víst á brauðfótum eftir að það kom í ljós að Liam Gallagher eignaðist barn utan hjónabands og eignaðist stúlku með einhverjum breskum bandarískum blaðamanni, konu. Og að sjálfsögðu fór það illa í Nicole og hún er búin að taka af sér girðingarhringinn samkvæmt breskum fjölmiðlum. Og Liam Gallagher, hann hefur alltaf verið svona hálfruglaður og ekki þetta. Ekki skemmtilega fréttir fyrir hann hefur vist alveg í rusli yfir þessu. Já, þetta er ekki skemmtilegt mál af vinn okkar, en hann þetta er svona, svolítið svona búinn. Já, hann er voðalega rockstjarn eitthvað. Nei, sko, málið er Oasis er ekkert búinir, náttúrulega hljómsveitin er hætt. Þeir eru búnir? Já, en... Skilur, þeir voru alveg góðir þá. Ef þeir myndu koma saman aftur núna og túra heiminn, það eru uppselt á öllum tónleikum. En þeir eru bara svo rugglaður bræðurnir að þeir geta ekki verið saman. Herru, ég er búinn að finna hérna, sko, það er þetta veðja á hvað barnið áttur að heita og þau þrjú, það greinilega veit fólk ekki kynið. Það er líka hægt að veðja á það. Það er nú að veitast veðmál, 50-50, það er bara eins og að setja á svart eða rautt í rúlitum. Já, það er það búast allir og hún veit að heita Alexandra. Já, ok. Það er lægst í stuðluna það. Og svo kemur Charlotte. En Diana? Diana er ekki hérna bara, ég veit ekki hvað er málið, sko. En ég ætti hann ekki skýra það Diana. Ég hefði veðjað á það. En svo kemur Charlotte Elizabeth og kallanöfn eru George og Francis og James. Settu $100 á George frá mér. Ég legg sauna þig. Diana er hérna, stuðlinn 17. 17 á Diana. 10 pund á það. Svo er, lokaslúðrið, það er af Batman og Superman, en þeir munu vist koma saman í bíómynd núna árið 2015 í fyrsta sinn. Og hann mun leika aftur Superman, Henry Cavill, en hins vegar ætlar, vinur okkar, Christian Bale, ekki að leika Batman. Nei, ég held að það sé gott hjá hann. Já, ég held að þetta sé rétt múf hjá hann, en það er samt eitthvað svo sorglegt því að hann er yfirbörða besti, ekki bara Batman sögunar, heldur svona superheitja sögunar, finnst mér.
ríkala svalur maður. Ég algjörlega sammála því, en ég held bara fyrir hann sjálfan, sko, að þessi fínt að láta, helst komið gott. Já, búin að vera 3 geggjaðar myndir. Christopher Nolan ekki að leikstýra þessi til dæmis. Menn þurfa að kunna hætta á toppnum. Það hárrétt hér. Þannig að við erum sammála Christian Bale þar. En gæti eins og orðið ágætis myndi, það eitthvað pæling hér að þeir verði óvinir í myndinni, Batman og Superman. Það ekki einhver óskrítið, ég held að þeir væri allir verður svo vinir í lokin. Og svo var, gaurinn úr Modern Family, Jesse Tyler, rauðærði homminn úr þáttunum, var að giftast kallmanni, þannig að hann basically að leika sjálfan sig í þessum þáttum. Til hamingju með það. Í hvaða þáttum segirðu? Modern Family. Já, hann var að gifta sig. Hommarnir, rauðærði, hann var að gifta sig, Jesse Tyler Ferguson. Og kærastan hans heitir Justin Mikita. Og akkur finnst þér eitthvað að því? Giftu sig á laugardaginn í New York, akkur finnst mér eitthvað að því? Já, nei, ég heyri alveg hvernig tónninn í röddinni þín er. Hvernig tónn? Nei, mig er bara ekkert mál. Ég áskæði til hamingju. Mega þeir ekki vera ástfóngnir þó þessu 2 kallmenn. Sjálfsögðu. Ég myndi að giftast þér ef ég geti það. Fáum, örstuð skilaboð, svo það nettur símar ykkur á landsliðsmarkunum okkar. Eða svona meira bögg bara. We'd like you to join the RIPD. Frá framleiðendum Fast and the Furious og 21 Jump Street kemur gammamyndin RIPD. You were supposed to contain. Didn't contain. Með Jeff Bridges. This world's for the living and RIPD is gonna keep it that way. Og Ryan Reynolds í aðalhlutverkum. RIPD, sýnd í Laugarásbíó, Smárabíó, Háskólabíó og Borgarbíó Akureyri. Pepsi Max og Túborg léttöl kynna í samstarfi við N1 og Lenovo. Þjóðhátíð í Eyjum, 2. til 5. ágúst. Stuðmenn og sálin verða á Þjóðhátíð í Eyjum. Náður í mið á dalurinn.is. Þjóðhátíð í Eyjum. Lífið yndislegt. Mýrarbollinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníglabandið, Retro Steffson og fleiri. Glæsileg tónlistadagskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgina. Nánar upplýsingar á mýrarbolli.is. Drullaðu þér vestur. Show me the money! Sendu bara SMS í 1902 og við leggjum inn á þig. Smálán. Ekkert stórmál. Pepsi Max kynnir Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins. Grown Ups 2. I was inside you! Frumsýnd á miðvikudaginn. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. Útsala í H&M á Strikinu eða H&M á Oxford Street. Luxusvandamál. Upplifðu wow-moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow er. Þeir sem eru skráðir til leiks í áskorundarleik Orkunnar auka líkur sínar á því að komast í vítaspyrnukeppnina gegn David James með því að kaupa eldsneyti hjá Orkunni eða Shell með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs hvar sem er á landinu í júlí og ágúst. Orkan. Lemon sorbet ís. Jójó. Ferskur, svalandi og bragðgóður orkudrykkur. Mad Krokk, það sem þú þarft. Vissið þið að Smálán Kredi Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kredi, einföld þjónusta. Íslenska sumarið hentar ekki alltaf til útiveru. 5 íslenska sjónvarpsstöðvar og netfrelsi fyrir aðeins 265 krónur á dag. Tryggðu þið notalegri stundir í sófanum heima með Stöð 2 í síma 512 5100 eða á stöð2.is. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þetta er skemmtilegur en vælulögin hans. Já, hann er þetta alveg ágætis tónlistarmenn að búin. Já, nema herran að væla. Já, reynir. Ég er ekki ánægð með það. Nei, sammála. Við erum hér Rauðun Blöndal og Björn Bragi og verðum til 6 í dag. FM 95 Blö, komnir úr sumarfríi, fyrsti þátturinn var á föstudaginn og erum hér helferskir strákarnir. Styttist í létt bögg á landsliðsmarkvörðun okkar, Hannes Halldórs. Og já, svo eru sturlaðar staðreyndir, netmistnotkunin, símtöl til Svíþjóðar og fleira framöndan. Ég er að spá sko, þið eru 2 harðir á föstudögum. Já. Á mánudögum erum við þá 1 harðir og 1 sensitive. Já, 1 harður og
næmur. Já, næmur. Harður og næmur með ykkur hér á mánuði. Já, það er fínt nafn. Næmur fyrir tilfinningum. Ert þú mjög næmur? Ég er rosalega næmur. Já, er það ekki harður? Nei, ég er ekki harður. En hérna... Ég er blíður. Já, blíður eftir. Það er gott að tala um mig. En það er ekki að vera harður og blíður? Jú, kannski svona, ert að meina svona, þú veist, inn í sér, svona inn við beinið. Bara, góður strákur, þú sett harður. En það er eitthvað skrítið við samt grátandi vöðvafjall. Já. Við Bjössi vorum að ræða hérna, talandi um Svíþjóð, við ætlum að ringja þangað á eftir að ræða hans við Svíjana, en gullfiskurinn Sigurvin. Já, það er allt brjálað á honum. Já, ég held að það sé þreyttasti fiskur sögunar. Er það? Já, það, veist, bara eftir allar þessar fréttir. Þetta er eitthvað gullfiskur sem var eitthvað lukkudýr hjá íslenska landsliðinu. Já. Og sko, ég held núna inn á Vísi séu 11 fréttir hann. Já, það er allt brjálað þegar það er sögðust að hafa sturt á hann með klostið. Já, Hallberga var með eitthvað grínum og hún ætlaði, sem að mér fannst bara fyndi. En svo þetta hefur verið honum að kenna að bara láta hann flakka í klosti. Og það var bara allt vitlaust í Svíþjóð. Svíjar eru svo leiðilegir maður að það næri ekki nokkri átt. Og já, það átti bara að kæra þér hérna fyrir dýrarníð eftir að þessi mynd fór inn á Twitter. Já. En nú er það víst komið í ljós að hann er á leiðinni til, Söru í Malmö. Já, mátti hann ekki fara til Danmörkur? Nei, hann mátti ekki fara úr landi. Þetta er því líka, hvað segir maður, því líka sábóperan bara hérna með eitthvað gullfisk sem heitir Sigurvin. Já. Þetta er alveg þreitt maður. En mér finnst nafnið svo gott. Já, Sigur og Vinn. Já. Já, og það líka sko... Það er bæði Sigur og Vinn. Hann var búinn að vera að happa líka. Já. Alveg fram að síðasta leik. Já. Hvort sem maður þurfti að drepa hann eða ekki, svo annað mál. En hún var líka bara fíbla, svo hann ætlaði ekki að styrta hann með klosti. En nú spyr ég þig, Bjössi, svona ræðandi um þennan gullfisk. Ert þú hjátrúafullur, maður? Ekkert sérstaklega. Nei, þegar þú varst að keppa og svona, það var ekkert, þú þurftir ekkert að vera í sömu sokkunum eða máttur ekki skipta um nærbuxur. Nei. En þú? Já, ég er frekar hjátrúafullur. Já. Ég horfi til dæmis alltaf ef að United er á rönni og passaði mig að vera í sömu treyjunni. Ég var í síðasta leik. Já, ok. Og ég var miklu sko verrið því að ég horfði alltaf á leikina heima, United leikina. En núna horfum við á nokkri saman alltaf, vorum alltaf upp á Górilu og horfum á leikina. Já. En sko í gamla daga þá þurfti ég að vera alltaf í sömu stöðbuxunum og alltaf í sama stólnum heima á mér og ég var alltaf búinn að raða fjastrengunum. Svona eins og Robert De Niro í Silverliners Playbook. Já, pínu. Og það er mjög fyndið að þú skulle segja það því að hann myndi mig svolítið á sjálf á mig. Ég er nefnilega að hugsa þegar ég sá þess mynd að ég hugsaði svona verði ég eftir 30 ár. Já, hann er þetta að fara í þessari mynd. Þú veist, eitthvað leggja undir húsið og grátandi að berja son minn eitthvað að ég er búinn að tapa svo miklu og eitthvað. Já, og svo er ég að segja að minni hefði myndin á mig. Það var ég aðalega að tala um hvað hann var hjátrúafullur. Já. En já, Sigurvin, hann er allavega fyrir ykkur sem hafi ekki fylgjast með á netinu, hann er farin til Malmö og hefur það mjög gott. Og það geta þessi Svíjar að hætta að grenja. Hann er á lífi og feskur. Alive and well. Já, við ætlum að fá hér eitt gamalt og gott og þetta er sennilega upp á hlæðið mitt með David Guetta og svo ringjum við í Hannes. Nei, reyndar búin að ringja hann en svo spilum við þegar ég ringdi hann hér fyrir í dag. Pepsi-deildin í gær, það er reyndar eitt leikur eftir. Já, Fram Víkingur í kvöld. Fram Víkingur í kvöld og já, það fór illa bæði fyrir Völsurum, mínum mönnum og já, Káringum og það vil nú svo skemmtilega til að við Bjössi eigum góðan sameiginlegan vinn sem spilar einmitt með Káir og heitir Hannes Halldórsson og er líka landsliðsmarkur Íslands og Káringar eru búin að vera á, já, ekkert alltaf góður rönni og ég ákvaði að nýta með það og heyri Hannesi, ég gerði þetta líka í fyrra þegar þeir fóru á slæmt rönn sumt er bara, það er, sko Hannes er svona típa það er virkilega gaman að stríða honum. Það er mjög gaman að stríða honum. Já, og mjög fyndinn og skemmtileg karakter. Þannig ég hringdi í hann fyrr í dag og já, fóð svona lét eins og ég væri að fara að ræða bara við hann daginn og veginn en fóð svo að spyrja hann svona hvernig gengi Káir væri búið að vera upp á síðkasti og við skulum bara heyra þetta símtal. Tjekkum á þessu. Hannes. Já. Sætlinu reyndið hérna. Aflæsaður. Hvað segirðu kanni? Ég er bara góður en þú. Herruðu, brattu, hvað er bara að brasa? Ég veit að bara í vinnunni. Klippa. Ok. Klippa Pétur eða? Já. Gera hérna auðlýsingarna með Pétur í hérna marathónmaðurinn. Ok, vel gert. Er að reyna að koma því frá. Ég er að fara í frí á morgun. Ok, nice. Hvað hérna, þau voru að spila í gæðsamt ekki, Káringarnir? Jó, við vorum að spila í gæð. Í töflum. Já, og hvað, mútið Stjörnunni ekki? Jó, erum nú bara gátum ekki neitt. Hæ? Við gátum ekki neitt. Já, ok, hvernig fór þetta? 3-1 eða? Já, 3-1. Já, ok. En hvað, hérna, við hverju spiluðu þið áður eða spiluðu Stjörnuna? Hvað, í deildinni þá eða? Já. Fram. Hvernig var það?
Töpuðu því líka, 2-1. Ná, þið búin að tapa 2 í röð? Já, við erum búin að því. Þið eru gaman að því, ja? Nei, hvað, voðalettu, lítið líðir eitthvað. Hvað, voruð þið ekki að spila í Evrópudeildinni líka? Jó, við vorum að því. Hvernig fór það? Veitu, taka sama djókánu og ég fyrir það? Nei. Er þetta þáttur? Er þetta rengið út af þættinum aftur og ég með hvað ég er búin að tala mikið? Herðu, halda þess, ekki svona touchy, voruð þið að spila í Evrópudeildinni? Ég er bara búin að vera að fylgja þýttið með, ég er búin að vera í sumar. Já, ég er búin að tapa 3 leikjum í röð, það er voða fyndið. Hvernig? Töpuðu þeir standardliðis líka. Hvernig töpuðu þið? Töpuðu 3-1. Ok, þannig að ertu búin að fá þig 8 mörk í síðustu 3 leikjum? Já, ég er búin að því. Ok, nú er ég ekki maður, er það ekki svolítið mikið? Jú, það er alltaf mikið. Já, En stelpunar okkar það voru að standa sér frábælega? Já, það gerir það, það stóði svo vel. Komið til afturlótið, það var gott, já. Gugga fór á kostum í markinu í okkur? Já, hún var glæsilega hann á millisnákana. En þú ekki búin að vera jafn heitur í síðustu leikin? Nei, ég hef ekki búin að vera upp á mitt besta. Það er alveg rétt að þér. Ég skal ekki vera að stríða, ég er að ringja hérna. Ég ætlaði bara að heyra það sér, þetta er ekkert að vera að stríða. Ég veit nákvæmlega hvað það gera. Nei, hvað? Ég á ekki að láta þetta eftir hérna. Gera hvað? Má maður ekki heyri í vinnu sínum, ég hef ekki heyrt þig lengi. Nei, ég veit það, þú hringir bara í mig þegar mér gengur illa. Nei, upp á leikstjóri minn, og það standaði frábælega, þessar auglýsingar með Pétur eru aðeinslegar. Já, gæðir. Ég hef tjekkað betur að þig, Kamli. Segjum það í byrju. Og ekki fara að svekja sig, Hannes, bara vinna næsta leik. En ein spurning samt, hefðu þú haldið hreinu í síðustu 3 leikjum, þá hefðu ekki tapað neinum með það? Nei. Ég heyri þér hérna. Ok, bye. Já, þetta var landsliðsmaðurinn okkar, Hannes Halldórsson, og það er, eins og ég segi, það er eitthvað við að stríða þeim manni. Þú ert vondur. Nei, þetta var svona allt í ganni, sko. Já, þetta er mjög skemmtileg viðbröð. Ég veit það er svona, ég elska þegar þetta er bökar og kemur svona þögnin. Svo kemur, nei, það gengur ekki náðu. En hér eftir örskama stund þá förum við í sturlaða staðreyndir og þær eru mjög sturlaðar í dag. Fílaður og segir yes og ég sé þú ert að meina, þú ert ekki bara að stríða mér. Svo ætlum við líka að ringja til Svíþjóðar, það er netmisnotkun á sínasta. Maður ringja í nokkra Svíja og svona segja af hverju íslensku stelpuna töpuðu fyrir þeim sænsku í gær. Það má ekki gleyma að við erum ekki nema 300.000 manna þjóð. Það er enda lélegast afsökun og eins og þreyttast í heimi. Nei, það er flott. Já, en hún er sönn. Fáum fyrst örstutt skilaboð, svo er það, já, eins og ég sagði, sturlaða staðreyndir. Eitt besti ferðafélagi, segja margir. iPad. Epli.is Pepsi Max kynnir. Will I have boobies like mommy's? Ef þú hélst að partíið væri búið, þá skjáttlaðist þér hrapalega. Look at her. I'm looking at her. Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins, Grown Ups 2. I was inside you! Komin í bíó. Aktu taktu, sumartilboð. Osborger og kók á aðeins 599 krónur. Já, ég sagði 599 krónur. Áskorandi leikur orkunnar. Þú á vítapunktinum, David James til varnar og 100.000 króna inneignarkort í verðlaun. Láttu þetta verða þér sjálfum víti til sparnaðar. Orkan. Ert þú í fjölskyldualbúmi Prins Pólo? Prins Pólo, hluti af fjölskyldunni. Nú geta áskrifendur í Stöð 2 Vild upplifað sunnudaginn á þjóðhátíð í Eyjum. Það gerist ekki betra. Bubbi, Eyþór Ingi, Skálmöld, Páll Óskar, Buff, brekkusöngur og stórkostleg blis og flugeldasýning. Allt þetta á aðeins 11.900 krónur. Innifalið er ferð með Herjólfi til og frá Eyjum á sunnudeginum og miði í dalinn. Það eru aðeins 300 miðar í boði á þessu verði, svo tryggðu þér miða strax inn á dalurinn.is. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, no cola, mátt bóka, allt er kóka.
Kongen djók sem við köstum dó Í rámi gók, drekk mig í gól fyrir 12 Set kokki og spilastokk Stjörnustelpur, champion folk Vinn ekkert smá vel á þér Í háskerp og hátér Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér No pal og no routine No vatn og B-vitamin Stanna shades, rauðu Gatorade Maradona í eitt steik fyrir og eftirleik Dukku skítur en drasli hreint Hösl og face, bís og heim Smell og dreik og dætt í sleik Fóta pappa, stráka grei Og laumi gei, seg ekki breyk Oh nei homie, ég so self-made Oh nei homie, ég so self-made Oh nei homie, ég so self-made Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum Hollið mitt á dolli, all in á molli Bent fýrar í tonni, en ég dett bara í rommið Stífbónið fjósinn, fyrir stefnumótið Við óhreina ljónið með spúlaða lókin Tóni eins og óðinn, því þjóðinn vill tónin Og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin Fuck það, þeir eig ekki jack, þetta rockbar En þeir eig ekki jack, fuck Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum Þetta nýjasta nýtt frá XXX Rottweiler hundum Þú veist Hér í FM 95 Blö en Þú veist hvernig við rúllum Já, og þið vitið, kæru hlustendur, hvernig við í FM 95 Blö rúllum Það komið að sturluðum staðarundum Það er rétt Já, og já, þeir eru búin að hlaka til Já, þeir eru búin að hlaka til Nei, ekki Jú, þú ert búinn að hlaka til Þú ert búinn að hlaka til? Já, takk fyrir þetta Ég var búinn að segja allt annað En hérna, já, það er komið að sturluðum og vonandi þið tilbúin líka Og við vörum ykkur við, sko, að hérna, þetta eru mjög sturlaða staðarindir Þannig að Nei, það eru ekki börn og viðkvæmar sálir eru beðnar að Og mátt ekki overhypa sturluðu staðarindir halda sig fjarri útvast viðtækjánum núna Það er svona einu og einn sem eru mjög, en það eru áhugaverðar og ég er með, alveg rétt, tala hans um hlutundur, ég þarf að gera eitt Hæ hlustendur Eitt sem ég glemdi hérna, auðler ég ætla að hafa þetta tilbúið Hérna, ok, byrja þetta Viltu að ég tala um hlustendur? Já, ég ætla en sko, ég er að fatta Geð mér eitthvað topic og ég skal tala um það Ég næ ekki hérna að finna þetta hvort þið þannig að það hefði verið gaman, ég verði með þetta tilbúið hérna við sjáum til hvort þið finna það. Allavega, ég ætla að byrja hér. Okay. Hér er fyrsta sturlaða staðreynd dagsins. Það er drukkið 7 sinnum meira af kaffi í New York en annars staðar í heiminum. Já, því trú ég. Þú þarft að vera vakandi og á tánum. Já, það er mikið drukkið af kaffi. Það ætla að segja ekki líka bara mest alltaf inn á Manhattan. Já. Mikið stress í gangi þar og svona. Já, ég held það. Já. Og drekkur þú kaffið það? Já, mjög mikið. Já, ég nefndi að segja, þú tekur svona 2 bolla meðan þú er myndið þættinum. Já, sko reynda finnst mér, sorry, mér finnst kaffeþélinn hérna svo léleg, hún er vond kaffúrinni. Akkur það segja sorry við mig, ég held ekki upp á það. Nei, þú komst með hana hérna, var það ekki? Ég sko drekki aldrei kaffi, ég fæ mér stundukaffi, en þá er það líka að því ég drekka svo sjaldan, að þá fæ ég alveg svona pínu boost. Já, sko málið er, ég hérna keypti mér Nespresso-vél og nú er ég ekki að fara, þú veist, ég er ekki hérna á mála hjá Nespresso að auglýsa þá, en það er svo ógeðslega gott kaffi og ég drekk það heima hjá mér, þannig að ég sætti mig bara ekkert við hvað sem er. Já, þú ert gott kaffi. Ég þarf mjög gott kaffi eftir að ég byrjaði að drekka Nespresso. Akkurat, svo kemur hérna 90% fólks þykist hlæja þegar það skilur ekki hvað er verið að segja þér. Ég veit ekki neitt hvað þú ert að tala um. En ég kannast við þetta. Já. Þið verður ekki lent í, þú veist að tala um eitthvað svona og þetta er svona eiginlega bara pínu stress eða eitthvað. Og svo segja hann eitthvað, þú skilur um það svona, já. Taugaveiklun hlátur. Já, sem er mjög óþægilegur hlátur. Ég las hlátur einhvern tímann fyrir nokkrum vikum og ég lesa bara svona okkur hlær fólk og taugaveiklun er einu stærsta ástæðan
Það svona eitthvað svona, þú veist, og líka held ég þegar einhver, þú veist, eitthvað sem þið finnst fyndið, þá finnst þér oft fyndið að þú ert eitthvað svona, þetta eitthvað skrítið og öðruvísi og þú ert eitthvað, má þetta? Eitthvað svona. Já. Fattur þú? Það svona taugaöflun. Já. En hér kemur uppáhald sturla staðnandi mín lengi og ég ætla að vera með þetta lag tilbúið en ég skeita á mig. Var ekki nóg undirbúin en við spilum þetta sennilega eftir í þættinu. Það verður kannski bara lagi á leiðinni heim og þá minnist ég aftur á þetta. Axl Rose í laginu Sweet Child of Mine og sem eitt af mínum uppáhaldslögum. Hann tekur í laginu Where do we go now, where do we go mannstu eftir þessum part. Þegar hann söng þetta þá var hann að spurja strákan í bandinu hvað kæmi næst í laginu því hann mundi ekki textan. Hann var að spyrja hvert þetta var að fara núna með lagið og þetta hélst inni því að þeim fannst þetta svo flott. Já. Þetta finnst mér skemmtilegt að lesa. Það nátt að vera einhver sungin texti. Já, það kom eitthvað annað. Því að hann svona muldrar þetta svona eitthvað, þú veist, hann svona... Það var verið að taka upp, og hann var bara að spyrja, where do we go? Þá var hann að spyrja þá bara hvert förum við núna í laginu því hann mundi ekki textan sem átt að koma. Þetta að flottast sem ég hef hýrt. Þetta eina af mínum uppáhaldssturlum staðreyndum, ég þau ekki það. Þú ert snillingur. Takk. Og við spilum þetta lag á eftir, ég ætla að hafa þetta tilbúið en ég skeita á mig með það. Svo kemur gíraffi, getur hlaupið 60 km/klukkustund. Já. Það komir rosalega óvart. Hann hraðskriður. Og þá getur hann hlaupið líka á 60 km hraða. Já, ég að segja það, hann hlaupir á 60 km hraða. Já, en getur hann hlaupið í klukkustund svona? Nei, það svo önnur spurning. Já. Hann getur hlaupið á 60 km hraða. Það rosalega hratt. Já. Þannig bara eins og Anita Hinrichs. En það líka þú veist að því hann svo stór og klunnalegur eitthvað. Já, hann glæsilegur samt. Já, hefur séð gíraffa með berum augum? Já. Mér finnst gaman að sjá gíraffa. Mér líka. Þó ég sé 33 ára, það finnst mér ekkert að fara í dýragarð þegar ég er erlendis. Mér finnst sko svo flott einhver svona dýr, eins og gíraffar og fílar og eitthvað svona, þetta er svo allt öðruvísi. Já. Þetta er svo rosalegt. Já, alveg saman. Svo kemur hér næsta, það eru meiri líkur að þú vaknir ef að vekjaraklukkan á símaninum er með sama hringitón og sjálf hringingiðin. Ég hef aldrei verið með þannig, ég ætla samt að prófa að breyta það núna því ég hef prófað margt af þessu sem er í sturlunum staðreyndum og það hefur bætt líf mitt. Heyrðu, ég er búin að lenda í núna, ég skipti hringitón, eða það sem ég vakna við segi ég, og það er eitthvað svona trommur eitthvað svona, og það er svona eitthvað bongo eða eitthvað dæmi, og það er alltof svona ljúft. Alltof hest eitthvað? Nei, sko, ég set bara ekki, minnst það bara svona þægilegt. Ég er bara svona, ég set bara snús og minnst það kósi og ég fer bara ekkert á fætur, þú veist. Já, þetta er eitthvað svona bara kósi, sko. Ég þarf að hafa eitthvað svona, sko. Það var að góða við Blackberry síma minn, það var ógeðsleg hringingin þar sem við gerum. Maður þarf að vera með eitthvað viðbjóð. Svo hér önnur, þessi fannst mér líka mjög skemmtileg. Í Albaníu þýðir að kinka kolli, nei, og hrista hausinn, já. Akkurat höfugtinn allstað. Og hamborgarar borða fólk. Já, nákvæmlega. Nei, bara, hérna? Nei. Nei. Ertu til að koma? Kinka kolli og meina nei. Já. Það er bara eitthvað rosalega. Já, eitthvað. Maður getur allir gert þetta. Passið ykkur í Albaníu. Já. Þar passið ykkur. Já. Ef þið kinka kolli þá er að segja nei. Svo kemur hér, þér líður betur eftir að hafa grátið. Sturlu staðrind. Já. Og, hefur þú grátið mikið, Bjössi? Nei, eins og ég er næmur, þá græti ég ekki nú. Manstu hvernig þú fórst að gráta síðast? Nei. Ekki held. Jú, reyndar. Hvernig var það? Það er ekki verið með hemma. Já. Það er svona að fóra að sígast inn. Já, ég skil. Það er sennilega verið síðast getið sem ég greitt. En annars þar á undan var búin ansi langt held ég. Já, það getur verið að það hafi síðast verið í jarðarförum mitt, sko, sem ég greitt. Það er ekki gleði. En ef eru, sko, hvenar gréstu og öskraðir á saman tíma síðast? Nei! Já. Það hefur ekkert gerst í svona 20 ár, sko. Nei, fjandinn maður. En það væri örugglega gott og munur aldrei gerast aftur. Kannski. Já, ég held ekki. Kannski hefur það verið að svifta þig öllu sem þú átt. Já, kannski læti ég mér hérna. En hérna, allavega það er ekkert að skammast yfir það að gráta og það er bara holdt og gott að gráta. Já. Svo kemur hér, þú mátt leggja þig í IKEA í Kína. Þú mátt semst prófa rúminn sem er mjög grilla því að það er svo mikið að fólki hérna, er það ekki bara allir að leggja sig það? Ég veit það ekki, sko. En mér finnst þetta skemmtilegt. Já, ekki það. Ég var ekki til að fara inn í IKEA hérna á Íslandi og leggja mig. Er það ekki? Nei, ég vil vera helst bara einn fyrir að leggja. En ef þú ættir konu og hún væri kannski búin að vera í 3 tíma í IKEA, hún getur ekki valið neitt. Reyndar. Og þú bara hefur ekki að koma og hún bara, ég er bara ekkert viss með hennar lampa. Þegar ég var svo heppin að eiga konu á sínum tíma, þá voru þetta leiðilustu ferðirnar sem ég fór í. Þá myndur þú vilja aðeins geta lagt. Ég sammála þér. Það var góður punktur í höfbjörnsinn. Takk. Svo það eru 3 ár eftir.
Já, Candiru, þetta finnst mér ógeðslegt. Candiru fiskur sem finnst í Amazon og getur synt upp bönuna þína þegar þú ert að míga og farið inn í tippið. Új, bara þetta svo ógeðslegt. Hæ? Hvað? Passaði, ef þú tekur að míga í einhverja á í Amazon. Já, ég ætla bara ekki að gera það. Ekki fá Candiru sem að syndir upp bönuna þína og fer inn í tippið þitt. Það er ógeðslega sem ég heirt. Nei, það er eitt ógeðslegra. Það voru maðkarnir í eyranu á Vísi. Þegar ég opnaði þá frétt, var það ekki gærið eða fyrradag. Ég slökkti á netinu. Ég bara fór af. Þetta bara eyðilega fyrir mig daginn. Og svo situr hugsun niður. Já, og það voru að sína að þurfti að hafa maðkar við hliðina á konunni. Ógeðslegt. Það og þetta, viðbjöður. En var þetta hérna lukkudýri sem að íslenska kvennalandslið var með? Var það Candiru fiskur? Það er Candiru, ekki mikið skál með þetta. Það eru tvær eftir þessi, hérna fannst mér mjög krútlega og skemmtilega, en það hef ég alltaf verið mikill aðdáandi mörgæsa. Mörgæsir stunda kynlíf einu sinni og eru svo með maka sína sem eftir er. Já, það eru romantískar. Já, en samt bara einu sinni, stunda bara kynlíf einu sinni. Já, betur svo stundar aldrei aftur kynlíf með makanum. Það held ekki. Kannski það ekkert gott hjá mörgæsum. En okkur eru það með hana sem eftir er? Nei, skilur, kynlífið ekki gott. Nei. Þær eru bara, nei, þetta ekki fyrir mig. Nei, kannski. En svona allavega þá... Hversu lengi ætlar að halda áfram ef það ekkert gott, skilur? Það alltaf saman. Já, en þú veist, þó að kynlífið sé ekki gott, þá eru það samt saman sem eftir ævina. Ja, það bara því að það tengjast, sko. Það er mjög krúttlegt líka. Já. Það nett mörgæsi þér, Bjössi. Já. Svo hér síðasta. Það til bók sem heitir The Curl Sultra og sýnir hún yfir 50 aðferðir til að kúra. Já. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta kúra og 50 mismunandi augu, ég næði ekki alveg. Þú kannski getur fundið svona 5. Já. En nema hvað, ertu hangað á löppina og eitthvað svona kjaftaði það? Ég veit það ekki, sko. Þetta er bara kjaftaði. Þetta er bara kjaftaði. Já, þetta voru sturla staðreyndir dagsins. Ég veit alveg hver var mín uppáhalds í dag, hver var þín? Já, það var Axl Rose. Er það ekki? Jú. Ég var reyndar að tjekka hérna, ég man ekki alveg hvað er í laginu, en sko, maður heyra. Ok, sjá við. Þetta hérna var að spila í laginu. Þetta er uppáhalds sturla staðreind minn lengi. Hérna er að spila. Axl Rose er tilbúinn, en veit ekki hvað hann á að syngja. Hann er í söngljónum. Já, hann er bara í gír. Þannig að hann byrjar. Þannig að bara spurja strákana, herðu, hvert hefur að fara í þessu lagi. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Hér eftir örskamastund ætlum við að hringja til Svíþjóðar og segja Svíum af hverju við töpuðum í gær fyrir þeim í Evrópukeppni í fótbolta. En fáum fyrst eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Þetta er Olli Murs hér með lagið Dear Darling í FM 95 Blöð. Ég viðurkenndi einmitt á föstudaginn fyrir honum Agli að þetta væri svona my guilty pleasure lag. Það er svona lag sem maður set ofta á heima en maður ætti svo sem ekki að vera að flagga. En hvað er guilty við þetta? Þú veist, akkur má maður ekki til þetta? Það er ekki eitthvað svona pínu væn með það. Já, ég ætla að fíla þetta allir, minnst þetta alveg geggja. Hvað er svona þitt guilty pleasure lag? Ég með eitt rosalegt guilty pleasure lag. Svona setur á heima þér og... Það er Man, I Feel Like a Woman. Með Shania Twain. Þetta er eitthvað rugglaður. Man, I feel like a woman. Ég veit hvað lag það er. Finnst þetta skemmtilegt? Já. Nei, ertu bila Shania Twain, sko. Það er ríkalega myndaleg og flott kona, en þetta lag er ógeðslegt. Hún er frábær tónlistarmaður. Er það? Já. Finnst þér þetta lag í alvörinu flott? Já, minnst ekki ekki. Ok, minnst ekki smá. Og mér langar að vera kona. Mér langar að vera stolt, sjálfstæði kona þegar ég þetta lag. Já, þannig að þú spilar þetta heima þér. Independent Woman. Independent, þar hafið það, kæru hlustendur. Við ætlum að fara hér í stutt skilaboð. Ekki nóg með það, heldur langar með eitthvað svona kall sem er að reyna að stjórna mér. Og ég er eitthvað, nei, ég er kona. Og lætur hann heyra það? Já, ég lætur hann heyra það og sett lagið á. Það myndi engin maður lappið þig. Það er bara þannig. Það fara í auglýsingar og svo ringjum við til Svíþjóðar. Ég held ég fengi lagið. Nei, ekki séns. Það er náttúrulega eitthvað aðeins flottara gildi þessu lagmaður. FM 957 og Carlsberg kynna. Í tilefni af frábærum Carlsberg partíum upp á síðkastið, þá höfum við ákveðið að bæta við fleiri partíum. Næsta Where's the Party verður á Home föstudaginn 27. júlí klukkan 21. Allt blæðandi í Carlsberg og DJ Rikki G spilar á samt óvæntu tónlistaratriði. Þetta kallar á Carlsberg. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þið stuðrana, aukt á spennuna og spilaðu með í íslenska boltanum í sumar. Leikirnir eru á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Eldhúsið okkar opið alla daga 11:30 til 21. Glæsileg útiaðstaða við Austurvöll. Home, Austurstræti 12.
Ertu á leiðin á þjóðhátíð og finnst þér leiðilegt að tjálta? Kíktu á rentatent.is. Mentos tyggjó. Ekki bara eftir matinn. 50% afsláttur í púl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957, FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin FM 957. Þeir veiku verða veikari. Enginn hefur orku eða vilja til að breyta því. Aldrei komin hetjinn, allir virðast vera leitandi. Heimilið mitt brennur og Ég held að það ekki farið fram hjá neinum hér á Íslandi að stelpunar okkar voru að keppa á Evrópumótinu í Svíþjóð núna. Já, í síðustu viku. Það fóru út 8. júlí og luku keppni í gær eftir frábæran árangur. Það náði 8 úrslit, fór því miður ekki nóg vel í gær gegn Svíum. Já, einmitt. Frábær árangur einhver sigur. Já, menn og konu stoltir að þeim. En það eitt sem svo hrikalega pirrandi þegar maður að fylgjast með Íslendingum. Það alveg sama hvort það kvennalandsliði fótbolta eða bara hvað sem Ef það gengur ekki eins og skildi, þá fara menn alltaf að fela sig á baku það við séum ekki um að 300 manna þjóð. Já. Sem sennilega einhver þreyttasta afsökun sem við Íslendingar eigum. Því að meira þess að þauðleitin voru byrjað að taka þetta á móti Þýskalandi, þetta á þau í stúdíónu. Já, náttúrulega það búa milljónir þarna og við erum lítil 300 og maður bara hættu þessu. Já. Þetta maður á að kunna tapa líka, sko. Já. Það þarf ekki alltaf að koma afsökun fyrir því. Nei, það er ekki alltaf að kenna því alltaf hvað við erum fámenn. Og ég ákvað að nýta þessa leiðindar afsökun okkar Íslendinga og hringja til Svíþjóðar fyrir í dag. Já. Ég hringdi 3 símtöl. Og ég vildi bara svona segja Svíum af hverju við töpum fyrir þeim í gær, 4-0 í fótbolta. Og við skulum bara heyra hvernig Svíjar tóku í það. Fáum 3 símtöl. So bitte sagen, hey. Yes, hello. Pratar ni English? Yes, I speak English. Yes, okay. Yes, hello. My name is Öti. Okay. I'm calling from Iceland. Iceland, okay. Iceland. Iceland, okay, yeah. Yeah. We are only 300,000 people who live here. Aha. Yeah. So there are many more people in Sweden, in Sverige. Yeah. And that's why you won the football match yesterday. Say again, please. In the Euro finals, women football. Yeah. Yeah, Sverige vann Ísland. Yeah. Yeah. And they're bara because we are 300,000. We are very few people. Very few people, okay. Yeah, so that's why you won. Congratulations with that. Yeah, thank you very much. Yeah, thank you very much. Hey, don't be so cocky. Yeah? Yeah, no, don't be. You won. Don't be. Don't be, because you are more people, okay? Yeah, okay. So. Okay, thank you very much, yes. So now you know why you won. Take that on your pillow. Yeah? Yes. Okay, thank you. Thank you, hey. Tack så mycket. Heja, bye. Gustav? Yes, hello. Do you speak English? Yes, a little bit. I was wondering, did you know that we in Iceland, we are only 300,000 people? I think so. I think I knew where you were. Not that many, or 300, maybe 400,000, or... Yeah, we are only 300,000 people here in Iceland. Oh. I want you to know that. Yes? And you know, you won us in the football match yesterday, women. Oh. And because there are millions in your country, but only 300,000 people here. All right. But why are you calling me to tell me this? To tell you that we are only 300,000. So maybe you win, and very great for you guys, but we are not many people here that live here, so that's why you won. Oh, this is weird. You're saying that, and why you're telling me? I just wanted you to know. So you take that on your pillow tonight. I didn't even watch the game, so I don't really much think about it. So
Okay, but remember when you go to sleep, 300,000 and millions. There are more people in Stockholm than in all Iceland. So, have a good day. All right. Thank you. Bye. Salong GG16, tackar. Ja, hello. Pratar ni English? Ja. Ja, my name is Ötti, and I'm calling here from Iceland. And we are only 300,000. Ja, need you. But in Sweden, Sverige, many more people. Halló? Jæja, þá segir þetta gott. Já, hann skellt á þarna í lokin, en þá vita Svíjar það. Við erum ekki um að 300.000 og hvað búa marga miljónir í Svíþjóð? Mist það? Er ekki svona 5? Já, 5-6. 5-7. En fáum hér besta lagi heimi. Mér er alveg svíkala flott lag. Það heitir Holy Grail og er með þeim Jay-Z og Justin Timberlake. Þetta er það flottasta markaðinu núna, held ég. Sveina það. Fallegt lag. Já, alveg ekki. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blöð. Við verðum hér með ykkur til 6 í dag við Bjössi. Styttist í netmisnotkunna og fleira. En við vorum hérna á föstudaginn, ég og Egill. Já. Og já, Egill spyrir mig alveg reglulega. Ég veit ekki, þetta er eitthvað ákvæmál hjá honum. Hann alltaf spurja mig hvort ég myndi freka vilja vera með þessum eða hinum, sko, þegar það kemur að karlmönnum. Já, ok. Hann alltaf spurja mig út í hérna Ryan Gosling og eitthvað svona rugl. En svo hins vegar kom... Myndir ekki vilja vera með honum? Já, ef ég væri samkynhneigður. Eða bara... Hann var mjög ofalega. Þurftir að vera eitthvað samkynhneigður? Til að vilja sofa hjá öðrum karlmanni. Nei, til að vera með Ryan Gosling. Já, hann er að tala um að sofa hjá. Ok. Myndir ekki sofa hjá honum? Hjá Ryan Gosling? Eins og bara ég persónulega núna í dag? Nei, það myndi ekki gera. Er það því út með snertifóbíu? Nei, það er bara því ég er gagnkynhneigður. Ég skil ekki alveg hvort það fara. Ég fatt það ekki. En það kom heldur skemmtileg spurning frá hlustanda sem tengdist þessu öllu. Og hann spurði mig hérna ef ég yrði að, sem sagt ekki bara svo það, ef ég yrði að byrja með einhverjum í FM 95 Blöð, með hverjum ég myndi vilja byrja með. Hver ætti þá svona að vera kærasti minn eða maðurinn minn? Lítur ári ég. Já, ég sagði Agli að hann var svo síðasti sem við myndum byrjað með. Ég er enda skil það vel. Já, hann er ekki kærasti. Nei. En ég gaf hann það samt að hann væri alveg huggulegur maður og kannski einhverju flippi á fyllir í, myndum að taka með sér heim eða eitthvað, ég veit ekki. Þú myndir sofa hjá honum? Nei, ég var hrósa honum eitthvað, gefa honum eitthvað svona. Já, ok. En hérna, ég sagði Pétur eða Sveppi. Það er bara þekkja á svo lengi, sko. Og þeir eru eitthvað svo krútlegir og þægilegir. Þannig að mér fannst það svona eðlilegasta svarið. En ég ætlaði að spyrja þig hins vegar á móti. Ekki það, þú hefur hellingakostum, Bjössi. Ekki gera þetta. Hver væri það þér úr FM 95 Blöð ef þú ættir að byrja með einhverjum á okkur? Sko, ég hef bara oft hugsað að hvaða væri gott að eiga mann eins og Pétur. Pétur Jóhann? Já. Þú veist, Sigrún er mjög heppin. Sigrún er rosalega heppin kona. Já. Hann er svo blíður. Já, hann er mjög góður. Já. Og svo er hann alltaf að reyna að fá það til að hlæja. Já, hann er svo blíður bara. Já, þannig að Pétur er þið kærastinn þinn. Er Pétur vinsalasti kærastinn af FM 95 Blöð gengið? Þetta sé bara vinsalasti kærasti þjóðarinnar. Já, hann er voðalega krúttsprengja. Hvaða íslenska karlmann myndur frekar, þú veist, geta hugsaður að vera með? Heldur en Pétur? Já, ertu að tala um bara að við mættu velja hvaða karlmann sem er? Já. Ég held að ég og Arnar Gunnlaugs værum gott heimi. Er það? Er það? Veistu hver Arnar Gunnlaugs er eða? Já, það er það. Ég var alveg til að vera með honum. Shit, þetta er svo skrítin betti sem út með. Þetta er í Arnar Gunnlaugs hotninu okkar núna á föstu. Já, það er þvílíkur snillingur Arnar. Hann er líka blíður, góður, töffari. Já, hann var svona minn kærast held ég. Er hann ekki svona rough? Nei, hann er nefnilega ekki rough around the edges. Hann er blíður. Hann er blíður? Já. Myndur þú vilja freka vera með honum heldur en Pétur Jóhanni? 50-50. Það er mjög ólíkir. Finnst þér Arnar meira sexy? Já, Arnar er meira sexy. Það er ekki bara mér sem veist það. Ég held að sé bara það. En ef þú væri með Arnar Gunnlaugs, þá væri þú konan? Ég er ekki viss. Hann er svo blíður eitthvað, sko. Já. Ég menna þú veist... En byrju, er það þannig ef að tveir kallmenn eru saman og samkynniðir, þarf þá alltaf annar er að vera konan? Já, er það málið það? Þegar þeir byrja saman, þá byrjar hann að lifa lífi sínu sem kona. Nei, hættu svo. Nei, ég er að djóka. Já, en það get ekki bara, en verður það alltaf þannig eða? Ég er náttúrulega að vara að grínast. En er Hjöppi alltaf í síðasta sæti líka? Akkur setur hann... Nei, ég spyr það því að þú sagðir Pétur að Sveppi og ég hefði einhverja kosti ég ætli síðast sæti en ég er Hjöppi með honum í síðast sæti. Nei, Hjöppi er alveg fersku líka.
Ég get ekki verið með Hjöppa, sko. Ákveðu. Nei, hann er svo mikill besserwisser maður. Ég held að, nei, ég get ekki heldur verið með Hjöppa. Nei. Ég held að við Hjöppa myndum rífast gríðarlega sem par. En heldur að ég og þú myndum ekki rífast? Já, líka. Þess vegna varst þú, Pétur og Sveppi voru þarna. Því ég er búinn að vera sko með Pétur og Sveppa í 11 ár. Þú og Sveppi myndu rífast mest? Nei, við rífumst nafnilega aldrei. Ekki nema Kröstís er búinn að ásynna svo mikið af pappakóki. Kannski þetta er en annars, við erum komið góði vinnir, sko. Já. Einmitt, ég held, þetta er no contest. Pétur er besti kæristinn, sko. Það er bara þannig. Já. Hann er líka svo gamall. Já, en var ég ekki ofalega höfður það? Sko, ég veit ekki, ég meina þú ert svo óþroskaður, veit ég. Nei, ég er þvílitt búinn að þroskast. Er það? Já. Ég meina þú ert rosa sætur og skemmtilegur. Ég er allt annað maður í dag heldur en ég var. En get ég treystað þig? Ég sverða, þú getur Skulum hætta þessu, ég byrjar að svitna að fá auglýsingar, svo er það netmisnotkunin. Taktu með þér iPad í fríð. Epli.is LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Ert þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. Leikirnir í íslenska boltanum eru á lengjunni. Kynntu þér stuðlana og veldu íslenskt. Lengjan. Taktu þátt í leiknum. Útsalan er í fullum gangi. IKEA. 25% afslutur af Sæmax fæðubótavörum í júli. Rýmið fyrir nýju útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. FM. Sjónvarpsmaður ársins, Björn Bragi, hann baði mig að minna fólk á það meðan þetta lag var hér í spilun. Aldrei gleyma. Þannig að þið sé ekki búin að gleyma því að hann er sjónvarpsmaður ársins. Hann er ekki útvarpsmaður ársins, en góður útvarpsmaður einhvað síður. En af hverju er ekki valið útvarpsmaður ársins? Já, góð spurning, af hverju er það ekki valið? Já. Það er ekki svoleiðis hátíð fyrir útvarpsmenn. Það er þú. Nei, það er ég ekki. Hver þá? Það er svo margi góður. Eins og hver? Ívar Guðmunds er frábær. Finnst hann betri útvarpsmaður en þú? Það er bara gætt mönd, mér finnst Andri líka Freyr frábær. Já, en eru þeir betri en þú? Öðruvísi. Já. Það er mjög erfitt að gera upp á milli held útvarpsmanna. En annars sagðir áðan þegar lægið var í gangi. Já, ég er miklu meira kokki þegar ég bara tala við þig. Þá sagðir ef það væri einhver velun, þá hef ég alltaf hýrt þau. Þú notaðir orðið hýrt þau. Ég hef alltaf hýrt þau að því ég er besti. Þú getur ekki komið svona þegar ég er nýbúinn að stríða þér og þú hafa verið að segja eitthvað meðan að lægið var. En ég er að hefna mín. Já, ok. Það er eins og komið að netmisnotkunni. Jáp. Hér í FM 95 Blö. Þá förum við inn á Facebook eða Twitterin hjá einhverjum og svona skoðum hvað er búið að vera að gerast þar upp á síkastinn. Og við erum með vinkon okkar, hún er búin að vera aktív hjá okkur, við náttúrulega nýkonum 5 vikna sumarfrí, en áður fórum við sumarfrí og þá var Vala Grand ansi aktív hjá okkur. Og hún fór ekki neitt sumarfrí? Nei, hún er búin að vera dugleg inn á Facebookinu. Já. Og ég ætla að byrja hérna sko fyrir 5 dögum síðan, 17. júli, þetta var það rosalegu status á hann að hann komst í fjölmiðla landsins og hann var held ég í DFF eða maður rétt. Og hann sló mig líka þessi status á sínum tíma og ég að lesa. Hérna kemur status frá henni sem er, eins og ég segi, 17. júli. Nei, nú dettinu dauð. Hversu shocking hallarislegt er þetta þegar ég fer og fæ mína fyrstu nótu fyrir Grand Look by Vala Grand á N1 bensinstöð og á nótuna stendur, svo kemur hún með kapslokk eða stóra stafi, Valur Grand Gregory Einarsson, upprópunumerki. Mín, what the fuck virkilega, upprópunumerki. Er svona stór, successful fyrirtæki eins og N1 virkilega ekki að uppfara sína name changes eða hvað sem þetta kallast þetta forrit hjá öllum fyrirtækja. I mean, come on, it's been freaking 4 years now since I had the sex change. Jesus, samt mega fyndi, verður bara að hafa húmor fyrir þetta. Velta núna bara á Shell eða Orkuna, bróskall. Já. Og hún fær 39 likes á hennar status og svo er hérna, svo mikil umræði hérna. Og en hérna, býtu, er hún, sem sagt,
Er hún ekki búin að breyta nafninu í sko þjóðskrá, fattur þau? Jú, það er pottið. Ég held hún heitir bara Vala Grand en ekki Valur Gregory, sko. En er það ekki, þú veist, ber hún ekki ábyrgð á því að hafa samband við henni og segja, heyrðu, ég breyti nafn? Já, það er einmitt sem að Bjarni Þór Guðmundsson segir. Hann kommentar í hann. Það þarf að upplýsa fyrirtækinu breytingun og óska eftir því að þau uppfæri kerfin hjá sér. Óska eftir að sölusaga, sérkjör og annað slíkt sé fært. Það er ekki við enn einn eða neitt að sakast í þessu máli. Einn tölvupóstur ætti að koma þessu í lag. Flest svona kerfi styðast við gamla skráningar og þjóðskrá og uppfærast ekki nema sérstaklega sé óska eftir, segir Bjarni. Þá kemur Vala Grand og fullt af háum. Hello Bjarni, ég uppfæri allt þegar ég breyti nafninu hjá sömu stöðu. Og hjá sumum stöðu? Já, smörstöðu, Nei, sumum stöðum. Já, sumum stöðum, bara eitt orð. Sumum stöðum var mér sagt að þetta gerist automatic, broskall. Greinilega ekki á ykkur, broskall. How lame does this sound? Hi, Vala Grand heiti ég, and I cut my dick off, svo viltu bara please breyta nafninu, rétt, sound stupid, 5 upprópunarverki og fær 2 like á það. Svo kemur hún aftur hérna bara strax. Hann kommentar ekkert og svo kemur hún aftur, hendur í caps lock. P.S. Bjarni, af hverju stendur þá Vala Grand on my freaking N1 kort en þegar ég fæ freaking nótu þá stendur gamla nafnið. Svo setur hún aftur í caps lock. You tell me that babe since you know all. Ég verð bara þreyttur á þessu. Nei, bara smá fyrir. Þetta er ómikið, sko. Þetta kom frá hjarta. En svo nú meira, hún var mikið á skóm, Vala, setti það hérna á Facebooki. Hún er svo Sölvi Tryggva? Já, hún á jafn mikið skóm og Sölvi Tryggva. Svo setur hún líka hérna bara í gær. Ég teki eftir að margar stelpur sem að deyta eða kynnast mönnum sem eru single dads verða hræddar og bakka út. Langar bara að minna ykkur á stelpur og ég hef verið að stepmom og þetta er ekkert mál. Ekki gleyma krakkanu líka part of them, so good luck to you all, broskat. Þetta gerir maður bara þroskari, good for the soul, hjarta. Vala Grand advice of the day. Og það er þarna 43 likes. Fólk er ánægt með þennan status henni. Og þetta er líka alveg rétti á henni, ekki? Jú. Svo sett hún núna áðan fyrir 4 tímum síðan. Oh my god, after being in a site called transsexualsdating.com for 2 hours, I'm shocked to see that men around the world are so open-minded about this and men here in Iceland are just pussies. Ha 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 ha. Damn, Iceland is just too small for me, I guess. Ha 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 ha. Já, hvað segir þú við þessu? Hvað segir við bara svona transsexual? Það er náttúrulega 2013, ekki allir voða opnið fyrir þessu. En, hvað viltu þið segja? Ég var bara að byrja að kommenta eitthvað á þetta almennt. Já, þú þarft ekki að opna þig með fetið, ekki með fetisið þitt. Nei, ég held samt sko að það sé svolítið til í sig að Völu Grand. Ég held að Íslendingar séu svolítið svona, við erum speshoppið, svo lítið land. Já. Og held að menn sé opnari fyrir þessu að núti í hinnum stóra heimi. Er það? Mér finnst Íslendingar vera svo opnir. Er það? Já, mér finnst bara eins og til dæmis bara MBL, mér finnst annar hver þáttur fjallum hver kynskiptinga og... Já, reynda þurfa að segja það. Ég held að segja ekkert fordómar, ég held að geti kannski verið fordómar gagvart, hjá strákum, gagvart. Já, gagvart að vera með. Að vera með, já. Mér finnst það bara... Landið er svo lítið. Já, akkurat. Sem er synd. Já, við vonum að það sé ekki fordómar. Nei, og á móti fordómar. Þá það bara að drepa það fordómar. Þannig að það er nóg að gera... En fólkið, drepa það líka. Það er ekki líklegt, ég fari bara að segja það hérna. Við þurfum bara fræðslu. Já, og upplýsingar. Og Vala Grand er nú svona talsmaður þeirra hérna á Íslandi. Er hún góður talsmaður þeirra? Já, hún reynda sko, hún var náttúrulega ástfangin daginn. Já. Svo hættu þau saman. En það var að gefa Völu það þegar hún var í sambandi og með þarna stráknum og hann átti börn og hún var svona stjúpmamma. Já. Hún dró sig alveg gjörsanlega úr sviðsljósinu. Hún var ekkert að setja neina statusa og þannig að hún var bara in love og happy. Já, ég veit. En hún svona, hún er hafði haft, þau skiptast á að skrifa ensku og íslensku, bæði á Facebook og... Já, mér finnst það alltaf jafn skrítið. Já, mér finnst það líka. En svo bara að heyra viðtal við haf, það er ofta eins og negi bara erfitt með ákvæða sig hvort hann vilja tala íslensku eða ensku. En ætti hann ekki kannski byrja að tala bara þýsku líka? I mean, when it comes to my songs, skilur þau, þá er mér bara alveg sama. I mean, if you don't like it, then bara, þú veist, þá bara er það undir þér komið, skilur þau. I don't give a fuck. Þetta er enda mjög gott. Þetta er mjög góð eftir hann. Þetta var haf. Þetta var misnotkun eitthvað sem þú vilt bæta við þetta. Verður eitthvað frétt af Óla Geir eða... Mér fannst þetta bara flott, sko. Já, ég er hérna inn á Facebookinu og ömmu núna, Dagbjörn Hafsteinsdóttir. Er það ammaðinn? Já. Er ammaðinn með Facebook? Já, amma og afi saman. Hvað er hún gömul? Og afi situr hérna ber og ofan í sólinni fyrir norðan á Akureyri og amma er í rauðum hlýraból til hamingju með það. Mjög flott. Býtu nú við, hvað er þau gömul? Þau eru á toppaldri með þessu. Ég á 4 mutual friends með henni. Með ömmu?
Adda henni, hún frábær. Við ætlum að fara Það ekki skrítið, hún bara 155 vinni. Já, Adda henni, hún fylgir regnast niður vinni. Ekki strax. Veitu hvað, ertu á góðu frömmu mín? Nei, ég held að hún svo góð fyrir mig. Það þetta rétt yfir. Snillingar voru á Keflavík Music Festival, Rudimental með Feel the Love hér í FM 95 Blö og við erum með rosalega fréttir, Bjössi. Já. Þetta bara var að gerast núna rétt áðan. This just in. Já, það var keyrt inn í Melabúðina. Já, Melabúðin í Vesturbæ. Já. Það semst hérna á vísi.is. Bara núna rétt í þessu, það bíl sem að neldi bara þar inn. Já. Og sko það eru myndir hérna inn á vísi og það er allt í rústi í búðinu en hún er samt opin. Já. Þetta er eiginlega alveg klikkað, sko. Já, sko, það er svo mikið að gósdósum og drastli á gólfinu að þú þarft eiginlega bara að synda þarna. Já, mér finnst þetta eiginlega geggjað, sko. Já, en það er ekki lokað. Hvað eru menn að keyra fullir eða? Hvað er þetta? Já, eða bara, ég veit ekki. En svo er mynd af sko hjólið í búðina. Þá svona ímynda mér sér að þetta hafi verið maður á hjóli, sko. Nei, og svo gólfið svona. Já, ég er að tjókið þér. Það var einhver snillingur sem keyrði þarna inn á hann en sem betur verður það slasaðist enginn. Já, það er fyrir öllu. Já, menn það er allt í rústinni í búðinni en hún er samt opin. Við erum að gefa Melabúðinni það. Þetta er grjótart, það er ekkert verið að loka þó að sé keyrt inn í búðin. Áfram Melabúðin. Það er samt sko, þetta þarf ekkert endilega að vera að maðurinn hafi verið fullur. Nei. Þetta hefur gerst á Sauðárkróki líka en það var reyndar ekki keyrt inn í búðinni. Það var einn sko félagi minn sem keyrði á Ábæ. Ábæ, hvað er það? Sjoppa sem heitir Ábær. Okay. Og hann var reynda eftir mörg ár síðan og hann var svo pirraður að því og það voru allir hérna sko, það eru tvær sjoppur á Sauðárkróki, einn heitir Bláfell og einn heitir Ábær og hann keyrði Ábæ, ég held að hann hefði bara verið 18 ára eða eitthvað, þetta er svona 15 ár síðan og hann var svo þreyttur að því, það var alltaf allir að spyrja hann bara hvort hann hefði keyrt Ábæ, svo var eitt strax sem spurði hann í skólanum, herru, keyrður Ábæ? Nei, ég keyrði á Bláfell, auðvitað keyrði ég Ábæ. Þreyttur að alltaf að spyrja sig. Hérna, byrju, en af hverju keyrði hann á Ábæ? Hann ætlaði að bremsa en fór óvart á bensíngjöfuna. Aldrei skilið það. Þegar mann gera það. Kannski. Svona les fréttir frá erlendis frá. Einhver svona keirir í hópa fólki. Heldur þetta að sé einhver áfengisdrykki eða hefði það ekki komið fram í fréttinni? Ég veit það ekki, sko. Nei, ég meina það kemur ekkert strax fram. Nei, kannski ekki. Leiðilegt fyrir Melabúðina. Já, leiðilegt en skemmtileg búð. Þeir verða, já, þetta er mjög sérstök búð. Já. Það er sko, ég held að það sé hvergi jafn mikið af vörum miðað við pláss, skilur. Nei, og í Melabúðinni. Já. Hún er rosalega tróðin á vörum. Já. Þannig að það er allt til. Og það er, eins og við sögum, það er ennþá opið þar. Við viljum að fara hér í auglýsingar, svo þetta einslag var í boði Melabúðinni. Já, og óskuðum Melabúðinni allsins besta. Já. Eftir þetta slys, þetta óhapp. Heldur þú að við reyndum að tala um Melabúðina áður í FM 95 Blöð? Þegar nú erum við búin að segja Melabúðin svona 30 sinnum á 5 minútum. Ég hef aldrei minnst áður á Melabúðina. Melabúðin, fyrir mig auglýsingar, Melabúðina. Eigum yfir 60 gerðir af fartölum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer í verslunum tölvulistans allt land. Traustmerki, lægra verð og mikið úrval. Tölvulistin. Fish and chips eða smöribröð. Lúxusvandamál. Upplifðu Wow Moment í London eða Köpen í haust frá aðeins 12.900. Bókaðu núna á wow.is. Wow Pepsi Max kynnir Will I have boobies like mommy's? Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock og Salma Hayek. I can't believe we used to jump off. Í skemmtilegustu mynd sumarsins. Grown Ups 2. I was inside you! Frumsýnd á miðvikudag. Thule léttöl kynnir. Útiháttíð í miðborg Reykjavíkur á Dillánum Verslunarmannahelgina. Framkoma, Brain Police, Leaves, Lasaróka og Crew, Dimma, Esja og Herbert Guðmundsson. Taktu þátt í gulltappaleik Pepsi og Pepsi Max. Safnaði 6 gulltöppum. Draumavelunin eru ofurþund 55 tómur Samsung Smart 3D sjónvarp og 7 tómur spjaldtöla frá Samsung-setrinu. Yfir 1000 aðri vinningar í boði. Gulltappaleikur Pepsi og Pepsi Max. 25% afsláttur af Sæmax fæðubótavörum í júli. Rými fyrir 9 útliti, Sæmax, Kópavogi, Reykjanesbæ og Akureyri. Notaðu orkuna og hlauptu upp á Esju. Euroshopper. Alvöru orkudrykkur. Kiwi Lime Sorbet Ís. Jójó. Pepsi-deildin frá öllum hliðum í Pepsi-mörkunum.
Leikirnir krufnir til mergjar. Mörkin, marktækifærin og öll umdeldu atvikin. Pepsi-mörkin í kvöld klukkan 22 í opinni dagskrá. Stöð 2 Sport. Besta sætið. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi Blö og Björn Bragi í FM 95 Blö. Ég veist það bara áhugavert. Það Rihanna með Diamond. Styttist í lagi á leiðinni heim. Það hér á eftir og þvílíkt lag þar á ferð. Já. En ég ætla að spyrja þig, Björn, ég kíkt á tónleika í sumarbríðinu mínu. Já, hvaða tónleika? Fór á Frank Ocean. Hvaða tónleika? Nú ekki búið mikið á tónleikum minna. Já, ég fór, það var nú bara daginn. Ég held að vera með eitthvað svona úti. Já, nei, bara hérna á Íslandi. Já, ég fór nú líka. Fórstu líka? Já. Hvernig fílaði hann? Bara flottur. Já, hann töfar, hann góður söngvari. Já. Og ég þekkti nú ekki öll lögin hans, ég þekkti nú nokkur aðna. Já. Og hann tók mér þess að öll lögin sem ég þekkti tók hann mjög snemma á tónleikunum. Já, ég tók líka til því. Ég nefnilega ekkert mesti aðdáðandinn, sko. Nei, en maður svona þekkir eitt og eitt. Já. Og hann tók þauðulega bara öll í byrjun. Já. Varst þú með þarna, í samfélsstemmingunni þarna öskra? Já, með síman á lofti. Já. Það voru sumir þarna sem held ég bara mista á tónleikunum, þeir voru svo uppteknir að taka þetta upp á síman sinn. Herru, ég náttúrulega bara þegar ég mætti á tónleikana, þá fór ég niður að pissa fyrir tónleikana. Já. Af því að það reynslan, kennir manni að gera það, sko, svo maður pissi ekki í sig inni, sko. Já. Og þar var bara verið að draga eitthvað lið bara inn í eitthvað svona dauðaherbyggi. Nei. Jú, það var, ég mætti þarna einni stelpu og hún var bara drykkjudauð. Bara fyrir tónleika? Fyrir tónleika og það var sko náttúrulega þriðjudagur, klukkan 8. Svekkjandi að eyða, 10-15 skall í tónleikamiða og vera svo bara dauður. Já, missa á hann vegna áfengisdrykkju. Dauður fyrir skaup. Það sorglegt. Já. Maður aldrei að deyja fyrir skaup. Aldrei drekka og ekki reykja krakk. Nei, en já, þið fannst tónleikandi fínir. Lóttir bara. Það eitt sem mér samt mjög skrítið við tónleikana. Já. Hefur maðurinn aldrei heyrt uppklapp eða? Ég sammála því. Hann tók ekkert auka lag eða neitt hannig? Nei, það er vist eitthvað svona policy hjá honum. Mér fannst líka að hann mátti vera aðeins alveg svona aðeins að mingla meira við. Já, hann talaði bara tvisa við grátið eitthvað. Hann voði eitthvað svona inn í sér, eitthvað svona. Lokaði töfari. Já. This next song, if I can sing it for you guys, it means a lot to me. I hope you like it. Is it okay? I'm gonna do a couple of new songs if it's okay with you. Please don't boo me off the States. Thank you guys, thank you. I love you guys. Já. Það var eina sem hann sagði. Djöfisins fáviti. En ég fór samt að hugsa þegar ég var á tónleikunum. Það var svo langt sinni ég fór á tónleika hérna á Íslandi. Já. Hvað væri nú gaman samt, þú veist, eins og þú sagðir. Þetta á þriðjudagur, maður hafði ekkert betra að gera. Ef Sugar Babes kem aftur? Ég veit ekki hvort þið myndi fara. Jú, ætlaði ekki bara. Okay. Myndur þú fara? Ég reynda fór ekki þegar að komi, sko. En hvað ætlaði að segja? Ég ætlaði að spyrja, hvað viltu fá til Íslands? Red Hot Chili Peppers. Já, það er endar, ég myndi alltaf mæta á Red Hot Chili Peppers. Heldur að myndi ekki alveg svona 20-30.000 manns fara á Red Hot Chili Peppers? Ég held að myndi 20.000 manns fara á Red Hot Chili Peppers. Ég spurði eiginlega þessum daginn, hann vil fá Pitbull. Já, hann er náttúrulega veikur. Myndur þú mæta á Pitbull ef hann væri að koma til landsins? Ég veit það ekki alveg. Já, svona 50-50 ekki, hann án alveg nokkuð flott lög. Ég held bara, er það svolítið skrítin stemming? Akkur, já, er það ekki bara svona partystemming? Það er til að vera bara föstu eða lögði. Já. Þannig að fá Mr. 3 og 5. Hvar myndur þú það hafa Pitbull tónleika? Í höllinni bara. Hann minn ef að Frank Ocean getur fyllt höllina. Já, nei, ég er að meina, sko, þú veist. Getur Pitbull gert það, sko. Já, klálega, sko. Nei, þú veist, ég held að það sé svona aðeins meira sjó í kringum Pitbull, sko. Já, það er svona meira stuð. Það þyrftur örugglega stærri stað. Já, kannski, það er þetta góða punktur. En ég veit ekki, þú veist, ég meina eins og þegar Metallica kom og svona, þeir fóru létt með að fylla Egilshöll. Já, ég mætti velja hvað sem er, ég vilja fá Guns N' Roses, þó að sé allt í ruglegar. Já, þeir eru hræðilegir í dag, samt. Hann er svo veikur, Axl Rose. Já, hann er náttúrulega snar ruglegar, en mér langar samt að fá það. Já. Það verður gekkja. En svo náttúrulega, veist, maður myndi alltaf mæta ef að Rihanna eða einhver svoleiðis kemur. Myndur þú mæta ef að One Direction væri með tónleika í Laugardalshöll? Myndur þú gekkja? Veit ekki, sko, ég held að þú myndir fara á Bieber? Ég held að það er bara svo vírt. Ef ég verið þannig eitthvað. Og svo bara einhverjar, þú veist, stelpur á aldrinum 9-14 ára. Líka agalegt að maður færi bara með einhverjum vini sínum, þú veist, maður þurft að fara með litlu frængu sinni eitthvað, annars er bara eins og sért að leita að fórnalandi, sko. Verst þú fyrir einn samt. Það er ógíslegt. Það verður geggjað. Ef þú fer bara með félaginum, bara ekki þá verður búin að týna viniðinum. Þú veist, ekki vera einn að ráfa hann upp með börnunum, veist, í einhverju skrítnu úlpu. Svo færi fólk að tala eitthvað svona, þetta var bara einn á One Direction tónleikunum. Nei, alveg. Einn hann í miðju grátinu. Röldi hann eins og hann var að leita að einhverjum. Hérna, fáum eitt lag, svo er það lagi á leiðin heim. Þetta er ekki verið spilað lengi hér í FM 95 blöðum. Þetta er Lil Wayne með lagið Mirrors. Og hann er með honum þarna, Sigurpúðin Bruno Mars. Tekum á þessum. Svo er það lagið á leiðin.
see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm looking. I can see my past, damn, I look just like my fucking dad. Light it up, that's smoke and mirrors, I even look good in the broken. Bruno Mars sko. En það er ekki eitthvað BP? Eitthvað, ekki tala Bruno, I did take him to Mars this time. Hinn heitir Bruno Mars sko. Það var lagið Mirror með Bruno Mars og Lil Wayne. Þeir, fínir þarna á ferð, styrst í lagi á leiðinni heim, það er þetta næst. En áður en við förum í það, ætla ég að spyrja þig, Bjössi, hvernig er kvöldið hjá þér? Þetta mánudagskvöldið. Erum við ekki að tala að fara í fótbolta í kvöld? Jú, ég til bara einhverju sparkvelli eða? Já. Það er hressandi svona mánudegi að hreyfa sig þess. Já, akkurat. Ég er náttúrulega komin í lið, nýtt lið í fótbolta. Já, tölum aðeins það. Nú ert þú ert einstaklega efnilegur knattspyrnumaður. Það er nú ekki að segja það. Nei, en þú ert efnilegur? Já, efnilegur. Nei, ég á nú ekki mikið eftir. Þú ert eftir að springa út. Já, það væri nú ekki verra, maður myndi springa út. Nei, en ertu byrjað að spila eitthvað? Já, það var leikur á Vopnafirði á laugardaginn og ég komst í miður ekki hann, en það er leikur núna næsta fösta á heimavelli Léttis á móti Ýmir. Hvar spilar Léttir? Breiðholtinu. Er þetta svona IR krú? Já. Og er Rikki að þjálfa þetta? Rikki G, King Rikki G þjálfari. Hvernig er hann? Hann er fínn þar. Er það? Já, hann er voða þægilegur og bara strákarnir kunna vel við hann. Það er ástæðan, ég meina hann er allavega það nettur að ástæðan fyrir ég fór að æfa. Er hann alveg með klefan? Já, hann er ekki búinn að missa klefan. Hann er ekki búinn að missa klefan? Nei, það er agalegt að King Rikki G missi klefan. Er hann í svona síðri úlpu þegar hann er að þjálfa? Nei, síðustu æfingu sem ég fór á æfingu á 15, það var síðast æfingu fyrir leik, það var einhverjum ógeðslegustu stuttbuxum sem ég séð á æfi minni. Já, hvernig voru það? Síðar köflóttar einhvern veginn. Það er ótrúlegt hvað hann klæði sér illa. Það voru alveg skelfilega sko. Það er eins og hann sé að reyna að skapa sér einhverja svona, þú veist, sérstöðu sem verst klæddi maður sko, ekki bara Íslands, heldur bara Evrópu. Hann er alltaf í einhver svona landsbókabólu með eitthvað gefins. Já. Og í eitthvað svona skrítnum stöðbuxum. Hann er fínn þjálfari, hann má klæða sig eins og hann vill. 97 og svo er hann kannski í golfbuxum við. Já, og svo hann er líka sko, hann myndi ekkert koma mér óvart til dæmis hann kemur bara hérna röllandu eftir. Já. Í sko þessum, segjum bara stöðbuxum, einhverjum forljótum stöðbuxum og einhverjum íþróttaból og í lakkskóm. Já, akkurat. Það var svona ekta Rikki. Já, akkurat. Líka bara í, þú veist, kemur ekkert óvart, ég var að fara að skvassa við hann og hann var í svona svörtum sparisokkum. Já, einmitt. Hann hefur enga sómakend. Nei, hann bara tekur það sem er næst einhvern veginn. Já, hann kann ekki að skammast sér. Ekki það, við séum. Er hann að senda þér SMS? Já. Hvað er það að segja? Hörðu, það liggur heila að hlusta þetta á leiðinni. Gleymdu því að setja í hóp á föstudag. Nei, þú kannt að klæða þér ekki, út frábær. Nei, ekki baka með þetta. Nei, en hvernig getur hann sagt þetta þegar ég var á Rósónist í þjálfara? Hvernig ekki drullu saman hvernig hann klæði sig? Þessi lengar er alltaf í svefnpoka. Ég veit, hann svo skrítið sko, því að hann er í svo ógeðslega ljótum fötum. Þau stinga svo í augað, en samt er hann svo hörundsár þegar við gerum grínaði, sko. Þannig að það er eins og hann haldi að það séu flott föt. Já, ég veit það ekki. En frábær þjálfari. Ég myndi frekar. Ég hlakka til að spila. Annarkvort. Ég myndi velja einn af tveimur kostum, fara allsber út, eða fara bara ekkert út þegar hann klæði mig fötin sem er Rikki G klæðist. Nei, hann hefur samt verið að koma sterkur inn núna. Ekki baka með það. Hann er búin að vera í síðastri staðan og hann er mjög flottum fötum. Nei, mér verður flökkurt þegar ég horfa á hann. Þú átt allavega ekki að vera að komast í liðið. Mér verður illt. Já, menn það er komið að lokum. Kæru hlustendur hér í FM 9 Blöð. Öddi og Bjössi búin að vera með ykkur síðan 4 í dag og Rikki, þetta var Bjössi, ekki ég. Skammaði hann. En Rikki, þetta er ástæðan fyrir þú útvarpsmaður en ekki sjónvarpsmaður. Já, við Sveppi verðum mættir hér á morgun klukkan 4. Ekki missa af því. Takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Vonandi höfðu ég gaman að og við strákandir en við ætlum enda þetta á laginu á leiðinni heim og þetta lag tengdist einmitt sturgluðum staðrendum í dag. Já. Ég sagði ykkur frá því að Axl Rose var að ég sagði ykkur sturgluðum staðrendum frá því að Axl Rose í laginu Sweet Child of Mine syngur Where do we go now og það átti ekki verið laginu. Hann var að spurja strákan í hljómsveitinni hvað kemur næst. Þannig að tekja á því hér í laginu, lagi á leiðinni heim. Verður á Home föstudaginn 27. júlí klukkan 21. Allt flæðandi í Karlsberg og DJ Rikki G spilar á samt óvæntu tónlistaratriði. Þetta kallar á Karlsberg. Pepsi Max kynni. Eternity can be a curse. I can make you mortal. I'm not healing. Í stærstu orustu ævinar leggur hann sjálfan sig undir The Wolverine. Frumsýnd 24. júlí. Mýrarboltinn verslunarmannahelgina á Ísafirði. Ekki bara drullusvað. Múkisson, Jónas Sig, Sníklabandið, Retro Steffsson og fleiri.
Glæsileg tónlistardaskrá á Ísafirði alla verslunarmannahelgi. Nánar upplýsingar á mýrarbolti.is. Rullaðu þér vestur. Vikutilboð alla daga vikunar milli 10 og 2. Ísbúðin Háaleiti, Garðabæ, Kringlunni og Smáralind. Þú getur séð allar upplýsingar á Facebook síðu okkar. Apótekið býður þér 20% afslátt af Nicotinell Frút. Útiháttíð í miðborg Reykjavíkur verslunarmannahelgina á Dillon í boði Thule léttöl. Við tjöldum fyrir þig á þjóðháttíð. Tryggðu þig tjald í forsölu á betra verði á rentatent.is. FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Tótt tónlistarstöð.